Fyrir rúmu ári greindist Jóhannes Valgeir Reynisson með krabbamein í blöðruhálskirtli eins og fjöldi annarra íslenskra karlmanna. Hans viðbrögð voru að grípa til heimilismyndavélarinnar og festa þessa einstæðu baráttu á filmu. Í samvinnu við sjóaða kvikmyndagerðarmenn hefur Blái naglinn litið dagsins ljós, einstæð heimildarmynd baráttu hans og fjölskyldunar við þennan skæðasjúkdóm sem fellir að meðaltali einn íslenskan karlmann í viku. Blái naglinn verður sýnd hér á RÚV þann 1. apríl. Eins og að vera efst í rússíðumálbrautinu og fara mjög hratt niður. Og ég bara sagði aftur þessi 3 orð: friður, það traust og það trú. Ég er búinn að vera í svona pissuvandamálum og ég bara í tómri afneitun að það sé eitthvað að mér. Og það er ekki fyrir en að maður lendir í að þessu ykkur stinningavandamál að þá fer maður til læknis. Þetta er algengast krabbamein á Íslandi. Nú það greinast 220 karlmenn á Íslandi. Þar að deyja 50, einn á viku. Þegar ég fæ þessa greiningu hjá lækninum að ég væri með krabbamein í blöðruhálsi, þá þurfti ég að tækla sjálfan mig og tækla karlmennskuna. Af því að ég var búinn að lesa mig þá til og ég vissi svona hvað var í kortunum. Spurningin var bara hvað ég myndi gera. Hvenær vaknaði svo hugmynd hjá þér að fara að halda svona vídeódagbók? Þú gerði það eiginlega bara alveg, byrjaðir á því eiginlega alveg strax bara. Þegar læknirinn segir að ég skyldi fara upp í Dómus, þá hringdu allar bjöllurnar. Svoleiðis að þá ákveði ég að taka vídeókameran með mér. Og sem sagt, ég byrjaði eiginlega 10 dögum fyrir greiningu, þá ég byrjaði að vídeómyndanum. Ég ákvaða strax eftir greininguna að vídeo mig í 365 daga. Við Jóhannes K.R. Kristjánsson félagi minn vorum að vinna þætti á Stöð 2 sem hét Kompás og kynntumst þá við gerð einslags úrvalsfólki sem átti langveikan strák sem við fjölluðum og svo nokkrum mánuðum seinna hefur þetta fólk samband við okkur, við höldum sambandi við það og þá hefur Valli greinst með krabbamein og hann segir okkur frá því og segir hann hafi rifið upp vídeókameruna leið og hann fór að gruna það og þarna var næstum því liðið ár frá því hann greinist og hann er búinn að mynda þetta allt saman, leyfa okkur aðeins að fylgjast með því en við komum ekkert nála því hann myndar þetta sjálfur og myndin verður til úr þessu myndefni nokkrum tugum klukkutíma og viðtölum sem við tökum við fjölskylduna. Ætlar eitthvað að skrá hann í aðgerð frá það? Hefur ekki leyfið mér aðeins að melta þetta, takk fyrir. Já, nei, ég var ekki að hugsa það, ég var bara að hugsa að hann getur alltaf tekið það út. Já. Það er eitthvað sem getur alltaf tekið það út. Sko, það sem ég get gert er að setja á biðlistan án þess að skilgreina barn. Ok, já, það er svoleiðis. Já, settu mig á biðlistan. Ég segi við hann að ég vil láta sumarið líða og ég sé hugsanlega til í þetta í september, október. Þetta var maður alltaf að vonast til að það yrði ekki, en við vissum samt alveg að þetta væri alveg 99% líkur að þetta væri krabbamein. Það gildið var svo hátt. Það er dálítið skrítið þegar maður lappar út frá lækninum. Þá er ég að hugsa karlmennskuna, en ég held að Gyða hafi verið að hugsa lífið. Og ég held að það sem ég var búinn að lesa mig til að í svona skurðaðgerð að það maður yrði svolítið tættur eiginmann, að stinningamálin færi til fjandans til. Og ég var bara fókusur á það. Fyrir aftan okkur er þessi blái nagli sem er svona táknmynd þessarar nokkurs konar vitundarvakningar sem þú ert að efna til núna. Er þetta einhver leyti hálfgert tabú, þessi tegund af krabbameini? Þetta er alls þar í heiminum tabúmál, þessi sjúkdómur. Men þú er ekki að tala um þetta. En
En bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum þá svona vakning að menn eru að koma úr þessari skéli eða hvað við að kalla þetta. Svoleiðis það að opnast. En ég hef hvergi séð heiminum svona það sem þetta tekið alveg frá fyrsta degi og allt ferlið. Ég hef ekki séð það. Hvert markmiðið þitt með þessu? Að koma mönnum fyrr til læknis eða hvað? Málið að bara vekja menn til umhugsunar að sko, margir hugsa þannig að það ekkert að mér, það kemur ekkert fyrir mig. En það ekki svoleiðis. Lífið ekki svoleiðis. Þetta ótrúlega persónuleg saga og við erum mjög hreyknir af því að fá að handleika þetta efni því að þarna Valli að tala við myndavélina og treysta henni fyrir hlutum sem maður hefur aldrei heyrt áður. Og þetta sérstök mynd fyrir það leyti hvað hún sko, hvað þau eru öll opin í henni. Það engar fiðlur, engir strengir og það engin væmni. Þau takast á við þetta, þessi fjölskylda, á sérstakan hátt og það ótrúlega gaman að fá að sýna fólki það. Af því að það þarf meiri jákvæðni í dag í þetta samfélag. En af hverju þessi blái nagli? Hvað á hann að fyrirstilla? Já, þá má ég segja að eftir, ég fór í skurðaðgerð og fór niður til Dubai í hvíld þar. Og svo var ég að hugleiða þetta varðandi þessa bleiku slaufu og þessa Emily Ester Láti sem auglýsingadeildar hennar fann þessa bleiku slaufu. En ég sá mig aldrei sem slaufugaur. Svo einhvern tímann þegar við vorum að keyra við feðgarnir í eyðimörkina í Dubai þá datt mér í hug að ég væri frekar svona meiri nagli heldur en slaufan og ég ákvað þegar ég kom hérna til Íslands þá fór ég beint upp í húsasmiðju og náði ég 1 kassa af 6 tómu gaurum og fór strax upp í vinnu og litaði það bláa. Tilgangurinn með þessu að ég komst að því að það vantar ákveðið lækningatæki upp á Landspítala Háskólasjúkrahús sem frekar dýrt eða mjög dýrt og ég að reyna að virkja íþróttahreyfinguna bæði ISI og KSI og Lions og Rotary og hvað þetta heitir allt saman til þess að fara í risasöfnunni í að landa þessu tæki. Ég hef ekki heyrt að kvikmynd eða heimildamynd hafi verið frumsýnd áður eða sýnd áður í Eldborgarsal Hörpu. En við komum hingað vegna þess að það ekki hjólastóla aðgengi á öllum stöðum og líka komum við hingað vegna þess að þetta sá salur sem rúmar 1700–1800 manns og 1700 manns fyrir okkur táknræn tala vegna þess að það fjöldi þeirra sem greinst hefur með krabbamein í blöðruhálskirtli og á lífi og þetta líka eiginlega eina sviði sem rúmar 220 manna kallakór, blandaðan kallakór og sinfóníuhljómsveit sem ætlar að taka nokkur lög á undan sýningu myndarinnar en það fjöldin sem greinist á ári hverju og eins og við vitum að þá það 50 mann sem látast af sjúkdómnum á ári hverju að meðaltali. Hvernig heilsan á þér í dag? Flott, mjög góð, þakka þér fyrir.